70 ungir Íslendingar greinast með krabbamein á hverju ári. Þetta fólk á aldrinum 18 til 40. Ein þeirra Sigríður Þorsteinsdóttir, vörubílstjóri hér á Akureyri. Við viljum að heyra sögu hennar í þættinum hér á eftir. Sigga var tæplega 26 ára þegar greiningin kom. Hún var komin með húðfrumueitilkrabbamein og önnur tveggja sem greindist með slíkt krabbamein í maí árið 2017. Ég byrjaði á því að fá bara bréf heim það ég ætti að mæta þarna í þennan tíma á þennan stað og ég mætti alls ekki koma ein. Ég þyrfti helst að hafa bara mína nánustu með og ég man það voru mjög margir inn í þessu herbyggi. Ég man ekki hversu margir en það var allavega minn blóðlæknir sem var þarna og held ég 2 læknar viðbútt sem sögðu mér það að ég væri með þetta, húðfrumueitilkrabbamein. Og hvað þýðir það? Já, ef ég vissi það, þá myndi ég geta svarað því en ég veit ekkert meira sko. En það sem við vitum þó að það krabbamein sem utan á þér. Já. Förum aðeins yfir hvernig það byrja allt saman. Já, ég var semst með barnabrjósti þarna, átti stelpu 29. september og ég fer að fá semst sár á geirvörtuna og ég leitaði til læknis og svo fór ég að fá sár alls staðar út á líkamann, aðallega á höndum og á fótunum og svo ég leita til læknis og þeir reyna að finna út úr þessu haldi að þetta sé bara einhver svona sýking í húðinni og annað og fer í alls konar rannsóknir, myndatökur og allt svona. Og þetta var mjög erfitt að greina og fyrst héldu þeir að þetta væri hvítblæði, svo var það ekki. Svo héldu þeir einmitt að þetta væri einhver svona sjálfsofnæmissjúkdómur sem var svo ekki. Þannig að þetta var langt tímabil að greina þetta. Hvernig var svo þessi dómur? Fannst þér þetta vera dómur þegar þú fékkst að þetta væri krabbamein? Nei, vegna þess að Google vinur okkar, ég var alveg búin að googla mig í drasl sko. Þannig að þú veist þetta var bara, ég var eiginlega komin með allar hugmyndir að því hvað þetta gæti mögulega verið sko. Og hvað gat þetta verið? Þetta gat verið ýmislegt. Þetta gat verið til dæmis blóðeitrun, þetta gat verið hvítblæði og einhver svona sjálfsofnæmissjúkdómur. En þetta krabbamein sem ég með kom aldrei upp. Alveg sama hvað þú googlaðir. Þannig að þú þurftir að fá fullt af upplýsingum þegar þú heyrir þetta orð. Manstu einhvern veginn eftir upplýsingunum sem þú fékkst? Nei, ég held að ég hafi eiginlega bara ekkert fengið neinar upplýsingar. Og ekki heldur búin að fá það í dag. Þetta mjög sjaldgæft krabbamein. Já. Hvað eru margir á Íslandi til dæmis greindir með þetta? Ég veit fyrrvíst að við erum 2. En þetta krabbamein algengast hjá karlmönnum yfir 55 ára. Þannig að það kannski ekkert skrítið að það tók tíma að greina þetta. Já, en það furðulegasta við það að við erum 2 kvenmenn hérna á Íslandi, jafn gamlar og við greinumst í sama mánuði. Það sérstakt. Já. Og hafið þið kynnst, þekkist þið? Já, við erum alveg búin að halda sambandi síðan að við kynnumst og ég veit ekki hvernig henni gengur undir í dag en við erum mjög nánar með þetta allt saman og við tölumst alveg við ef eitthvað kemur upp á eða það verður eitthvað, lækninn hennar segir eitthvað og minn og eitthvað svona sko, þá tölumst alveg af. Þið eru ekki með sama lækni? Nei. En þú ert ekki einu sinni orðin 26 ára þegar þú greinist? Nei. Hvað tóku við þarna? Það kom náttúrulega bara svolítið stoppa á lífið sko. Að ég fer semst í lyfjameðferð þarna og á mörgum lyfjum. Semst til þess að held ég veit ekki fyrir víst, en ég held að sé til þess að stoppa að eitlarnir stækka og dreifa sér. Já, ég fór í semst 6 lyfjagjafir þarna. Byrjaði á 3 vikna fresti en byrjaði á 2 vikna fresti og fór svo yfir í 3 vikna fresti. Af hverju var það?
af því að æðarnar mínar bara þoldu ekki lífið. Ég fékk svo ofboðslega mikla æðabólgu að á seinustu 2 vikunum sem ég var þarna, þá þurfti ég að koma sko 3 daga í röð. Og ég þurfti alltaf að byrja að fara upp á svæfingu og láta þá setja upp æðalegg. Já. Hvað varst að fá mörg lyf? Í æð var ég að fá 5 lyf og svo var ég í töfluformi líka ofan á það. Hvernig fór þessi lyfjagjöf með þig? Hún eyðilagði mikið fyrir mér, lífsgæðin. Ég hef til dæmis ekki vinnuþol í dag og hafði ekki þarna heldur þótt ég hafi reynt eins og ég gat. Já, maður tók eftir því hversu góður maður var áður en maður fór í þetta sko. Þótt maður vildi náttúrulega ekki sætta sig við þetta sko. Þú varst á þessum tíma að vinna sem vöruflutningabílstjóri. Já. Það er nú ekki létt vinna. Nei, það er meiri líkamleg vinna heldur en maður gerir sig grein fyrir. Það var einmitt í gegnum starfi sem vöruflutningabílstjóri sem Sigga kynntist sinni bestu vinkonu, en hvernig lýsir hún Siggu? Þrjósk, heiðarleg, yndisleg, ákveðin. Já, eiginlega bara það er bara besta vinkona sem maður getur eignast. Góður hlustandi, getur tjáð sig alveg rosalega og það bara hlusta maður. Þið voru búin að þekkja svolítið þegar að hún greinist. Já. Segð þú mér hvernig dagurinn var hjá þér 29. maí 2017? Hann var mjög óþægilegur. Ég veit að vissi þó hún var að fara að fá niðurstöður og ég spurði strax hver færi með henni og þótt að sjá með það, mamma sín og pabbi. Ég var í rútuferð, ég var þá rútubílstjóri og keyrði frá Reykjavík, stoppaði einhverstaðar á leiðinni og stoppaði mig í Varmahlíð og ég var ekkert búin að heyra, en síminn var eitthvað búin að pípa hjá mér. Fólk bara að spyrja hvort ég hafi eitthvað heyrt í henni, ég sagði nei. Svo þegar ég var stopp, þá sendi ég henni bara skilaboð meðan ég er að taka til í rútuna eftir krakkana. Svo ég bara, já, Sigga mín. Og þá hringdi hún í mig, það spyr fyrst hvort ég sé ein og ég segi já, ég væri bara að þrífa rútuna. Þá sáum við þetta. Sem betur fer var svolítið breytt á milli sætanna því ég eiginlega bara hryn niður og öskra. Ég man ekki svo hvort hún var í símanni hjá mér eða ekki. Hvaða orð heyrðir þú? Að hún væri með krabbaminn. Að því eins og hún, þá voru búin að googla og þetta var eiginlega bara ekkert í myndinni. Ég var búin að sjá þetta sárin, ég var búin að sjá þetta allt saman. Þannig að þetta var svolítið, og ég hugsaði þetta, þú veist bara, nei, ég er ekkert að fara í jarðarför. Sagði henni bara strax, ég er ekkert að fara í jarðarför en þennan. Og ég hef bara haft það bara sem motto, kemur ekki til greina. Hvernig breyttist vináttu ykkar eitthvað eftir þetta? Já, ætli hún ekki hafi orðið aðeins innilegri ef hægt er. Við ræddum rosalega mikið saman þegar við byrjum að vera vinkonur. Svo þetta var það ólétt, þá var það líka. Það má alveg segja, ég hef verið með mömmuna að ég ganga í gegnum meðgöngu með henni og svo þetta. En hvert er hlutverk bestu vinkonu? Hlusta. Þrasa við hana. Segja að fara til læknis. Bölva öðru hverju. Og bara reyna að vera ákveðin en umfram allt að það er bara að hlusta á hana. Að leyfa henni bara að tala og allt svoleiðis. Ég lærði það mjög fljótlega að ef ég sendi henni skilaboð og það kom kannski bara já, ok, þá vissi ég það að henni leiði ekkert vel. Þá bara lét ég hana vera í smá tíma. Því að sumir geta alveg verið jafn þrjóskir og hún og gefa sig ekkert. Og þá kannski vissi ég líka að hún var þreytt og svona. Og þannig að þetta var tók svolítið á fyrstu vikur, mánuði. Sigga er 2 barna móðir, auk litlu dótturinnar sem var bara 8 mánaða þegar ósköpun dundu yfir var 6 ára sonur hennar einnig í myndinni og sambýlismaður. Þessi tími var þeim öllum afskaplega erfiður. Þennan dag þá kom mamma mín og pabbi og litla stelpa mín með á fundinn. Sem þá var 8 mánaða? Þennan dag var hún 8 mánaða, já.
Og fannstu að það var styrkur að hafa þau? Já, en mér fannst það erfitt. Hvað fannst þér erfitt við það? Ég man það svo sem ekki alveg, en ég man bara hvað mér fannst erfiðara fyrir þau að fá þessar fréttir heldur en ég. Það er svona eina sem ég svona man, en þetta er allt ennþá svo mikill í móðu ennþá, sko. Heldur þetta einhvern tímann eftir að koma út úr þokunni? Já, maður þarf alveg að vinna sig í gegnum þennan erfiða tíma í lífinu, sko, þannig að þetta kemur einhvern tímann. Hvernig varstu á þessum tímapunkti undirbúin, bara andlega og líkamlega, undir að fara í gegnum svona töff skeið eins og þú ert búin að fara svo í gegn? Ég var engan veginn tilbúin til þess. Ég var náttúrulega stödd á mjög erfiðum tíma í lífinu þarna. Já, þannig að þetta var svolítið svona bara annað áfall ofan á allt hitt, sko. Hvar varstu stödd í lífinu? Ég var náttúrulega með lítið barn og var í fæðingarorlofi ennþá. Og hún var svolítið erfitt sem unga barn. Hún var með magakveisu, þannig að ég var svona eiginlega bara nýfarin að svona fá eðlilegt líf aftur þegar þetta kemur svo. Vona það. En líkamlega? Ég var náttúrulega ekkert búin að jafna mig eftir fæðinguna og ég fekk alveg ofboðslega mikla grindaglynun þarna af þessan meðgöngu. Þannig að ég var ekkert góð, bæði líkamlega og andlega þannig, sko. Á þessum tíma vildi ég helst bara geta vernda fólki í kringum mig í staðinn fyrir að vernda sjálfa mig, sko. Af hverju heldurðu að það hafi verið? Ég veit það ekki. Ég veit ekki af hverju ég gerði það. Sem ég sé eftir núna, skilur, ég hefði ekki átt að gera það. Af því að þetta svona tók meira á mig að þurfa að vernda alla í kringum mig heldur en að vernda sjálfa mig, sko, í gegnum þetta allt saman, sko. En ég held að þetta sé aðalega að fólk gerir þetta til þess að sýna ekki sársaukann sem að þetta fylgir. Það var foreldrum Siggu gífurlegt áfall að heyra að hún svona ung væri komin með krabbamein. Það er ekki alveg það sem maður vildi heyra. En hvernig tókust þið á við þetta þarna eftir fundin? Hvað var næsta skref? Fannst þér þitt hlutverk breytast sem móðir í þessum aðstæðum? Já og nei, en ég var bara náttúrulega mikið með henni. Við þurftum bara eiginlega að vera vaktaskipti með litldum hana. Þannig að þú færði í raun og veru annar hlutverk. Þú varst ekki bara venjuleg amma. Nei. Þú fékkst stærri pakka. Hvað tók við þarna? Svona bara hreint útsagt fyrir þig. Hvað gerðist þarna? Já, eins og maður segir, maður lætur náttúrulega lífið bara ganga áfram, en þarna kom inn, sko, þú þarft að vera til staðar. Já. En meira kannski heldur en þú hafði þurft að vera. Já, já. Hvaða hlutverk fékkstu? Ég náttúrulega fylgdi henni mikið í lyfjagjafir. Svo var ég náttúrulega með krakkana svo hún gæti hvílt sig á milli. Þannig að við bara hjálpuðum stað. Hefur alltaf verið kletturinn í lífi hennar? Ég er svona þegar hún lifir mér. Þegar hún lifir mér, já. Já. En þetta er sterk stelpa sem þú átt. Hún er það. Fannstu fyrir reiði gagnvart örlögunum á einhverjum tímapunkti? Hennar? Já og nei, en það er líka eitt í þessu að föðursystir mín sagði við mig hérna þegar ég var bara unglingur. Þú ert búin að fá æviskeiðið þitt skrifað leið þú fæðist. Og það er alveg sama hvað kemur upp á, það er engu hægt að breyta. Og trúir þú því? Já, ég trúi því þegar ég horfi á hlutina. Sigga fór í fyrstu lyfjagjöfina í byrjun júní og lauk síðustu í október. Ég fór í jáendaskannan og sem kom hreint út þá, en það leið ekki langt. Það liðu kannski 3 vikur, þá voru meinin komin aftur. Og hvar voru þau þá? Þá mynduðust þau á höfðinu
Ég fór að fá sár á höfðið. Ég var náttúrulega ekki með hár á þessum tíma þannig að ég sá þau. Og þau voru mjög stór þannig að þau fóru ekkert á milli mála. Þannig að ég var send aftur í skannan og þá kom í ljós að þetta var farið að dreifa sér aftur. Þarna var ég náttúrulega ekki tilbúin til þess að vera að berjast alla mína ævi, skilurðu. En ég veit, eins og þessi sjúkdómur, hann getur poppað upp aftur eins og þannig að gerði eftir 3 vikur, eftir mánuð, eftir hálft ár, 5 ár, þess vegna. En hann er alltaf, skilurðu, mallandi, en bara hversu lengi er hann að koma upp aftur. Siggu hefur oft fundist að hún get ekki gengið í gegnum þetta, sérstaklega var svo tilfinning sterk í byrjun. Já, það kom mjög oft. Það kom mjög oft fyrir að ég bara var gjörsamlega að gefast upp. Hvað gerður þá? Maður grét og svo bara tók maður næsta dag með hörku. Og þannig gekk þetta eiginlega bara, maður svona hafði alltaf kannski, bara nokkra vikur sem maður hafði þessu hörku. Og svo kom aftur bara þessi lægð. Klárast ekki harkan hjá manni? Nei, hún kemur yfirleitt alltaf aftur. Maður fær alltaf einhvern veginn svona styrk til þess að stíga í botninn og spyrna sér upp, Ég held að bara fylgi öllum hvort sem úr með svona greiningu eða ekki, Hún er náttúrulega ekkert að láta mikið uppi, en hún er bara ákveðin eins og hún hefur alltaf verið. Og ég held að það sé bara það sem hjálpar henni mest. Ég reyni að gera það sem hún biður mig og sem sagt, ég er ekki að tróða mér upp á hana. Því ég veit að fólk í svona það þarf að fá að vera það sjálft. Frekar að vera til staðar og hlusta. Þetta er ekki allir sem átt að segja á. Af hverju veist þú þetta? Elsta systir mín sem var með brjóstakrabbamein, hún sagði mér þetta þegar hún var í sinni göngu. Og hún sagði, farðu og leyfðu fólkinu að tala. Þú átt ekki að koma og gusa yfir það, þú átt að gera svona, þú átt að gera svona. Það er það sem þarf að fá að tala. Og þú hlustaðir á þetta? Já, og það er náttúrulega fólk, sjúklingar, þeir eiga að segja það sem þið finnst. Hvort sem það særir náungan eða ekki. Bara til þess að það létti á sér. En við þurfum líka að gá að okkur. Við eigum ekki að taka það inn á okkur. Þetta er mikil speki og skiptir örugglega mjög miklu máli. Já. En hvernig getur maður sleppt í að taka það inn á sig? Þú tekur það inn á þér í augnablik. Svo bara segir við sjálfa þig, hún er sjúklingur og hún hefur leyfi til þess að tjá sig. Og þetta getur bara muna miklu fyrir sjúklingin að losna við þetta. Það komi tímabil fyrir þegar hún var í meðferðinni að þá var hún rosalega langt niðri. Og hún hringdi og sagði ef hún fengi afturgreiningu eða eitthvað, þá myndi hún ekki fara í meðferðina. Ætlaði bara að hætta í meðferð. Það þetta, þegar maður er krakki, þá þetta segir maður kannski ekki alveg svona. En sem betur fer þá er hún það þrjósk og hún bara heldur áfram og hélt áfram. En tókstu undir þetta með henni, hvernig brást þú við? Ekki fræðilegur. Það er bara ekki til boði. En er hægt að googla hvernig á vinur að vera við þann sem hefur greinst með krabbamein? Nei, þú verður bara að læra það. Það er ekkert annað búið. Þú þarft bara að vera til staðar, og þú hringi eins og þegar ég var í rútunni og fór í þetta og þá vorum við kannski að tala saman þegar ég var stopp og hún var kannski að keyra sem maður kannski var ekkert alveg sammála með og hún ætti að vera að gera. Þá getur hún alltaf hringt. Hún hefur alltaf getað hringt. Og sérlega okkar vinátta byrjaði þegar við vorum báðar, hún var kannski að koma heim úr vinnunni klukkan 3-4, þá er ég að fara í vinnuna. Þannig að við vorum alveg vakandi þannig á svipuðum tíma og við gátum alveg tala saman því við vorum bara einar í bílunum. Það var bara mjög hentugt. Hvers virði var að hafa sterka í kringum þig eins og mömmu þína og vinkonu þína? Það er mikils virði að hafa svona fólk í kringu sig. Það gefist ekki upp með manni. Það bergist líka með í gegnum þetta allt saman.
Var eitthvað svona sem þú þráðir að heyra allan tíman? Allan tíman, já, ég þrái það náttúrulega ennþá í dag að ég sé orðin laus við þetta. En ég fekk náttúrulega að vita það eiginlega strax að þetta sé krónískur sjúkdómur. Þú losnar þá aldrei við hann? Hvernig er að sætta sig við það? Getur maður einhvern tímann sætt sig við það? Maður getur bara að lifa með því. Lífsgæðin náttúrulega breytast rosalega mikið og þú þarft svona, maður þarf náttúrulega bara að sætta sig við hlutina því maður fær þeim ekkert breytt eins og þetta að þú veist, mér langar ofboðslega mikið að geta að fara að vinna. Ég kannski get unnið í 2-3 daga en svo ligg ég kannski í rúminu í 5-6 daga. Þannig að þú veist, maður verður einhvers staðar að stoppa sko og sætta sig bara við þetta. Maður getur ekkert haldið áfram þannig sko. En hvernig er staðan í dag? Það er ekki langt síðan ég lauk við lyfjameðferðinni seinustu. Þannig að núna er þá bara bíða og sjá. Nú er það eitt að greinast með þennan alvarlega sjúkdóm og að fara í gegnum þessa meðferð. Líkaminn breytist. Hvernig náður á einhverjum tímapunkti að sætta þig við hvernig líkaminn þinn hafi breyst? Nei. Ég náttúrulega fæ þetta utan á líkamann, þetta krabbamein, og með fullt af vörum, bæði eftir aðgerðir og svo eftir öll sárin sem ég fekk. Og ég held ég losni aldrei við þau. En svona náttúrulega bæti maður rosalega mikið bjú og bólgum og allt þetta á sig eftir öll lyfin. Og maður sjálfsöryggið hrynur bara gjörsamlega við svona sko. En já. Varstu ekki sátt við konuna sem þú sást í speglinum á morgnana? Nei, ég var það ekki. Ég var rosalega bjúið á líkamanum og bara átti erfitt með hreyfingar og bara, já. Þú misstir hárið, þú misstir öll hár á líkamannum. Já. Hvernig er það? Ég var alveg undir mig búin að missa hárið. Ég svona, já, það var ekkert þannig sem erfitt eða þú veist þannig. Ég náttúrulega vissi að ég gat fengið hárkollu og fékk mér hárkollu en ég notaði hana einu sinni. En það versta var fyrir mig þegar ég missti andlitshárin, augabrúninar og augnhárin. Það var það alversta í þessu öllu saman. Fannst þér þá bara andlitið hverfa, eða? Já, þá virkilega sá maður hversu mikill sjúklingur maður var orðinn. En hvað gerðirðu þá? Ég bara teiknaði á mig augabrúnir. Ég var oft löngu vökn og undan öllum öðrum heima til þess að geta bara teiknað á mig andlit. Vildir ekki horfa framan í neitt? Nei, ekki einu sinni framan í sjálfa mig nánast. Hvernig er það í dag? Þetta er reynsla í dag að hafa verið búin að lenda í þessu. En maður svona veit meira þetta í dag ef maður skildi þurfa að fara í þessa meðferð aftur. Þá veit maður svona tæki og tól sem hægt er að nota. En eru ekki til ýmis bjargráð sem hjálpa til í aðstæðum sem þessum? Sko, lífið er núna, þetta var svolítið svona bara, lífið er núna, þú ert lifandi núna, skilurðu. En í dag þá er þetta að ég veit ekki hversu lengi ég hef lífið er núna. Þannig að maður svona, það sem maður getur gert strax, maður gerir það strax. Maður er ekki mikið að bíða með hlutina í lengri tíma, sko. Þú stofnaðir Norðankraft. Af hverju gerðirðu það? Ég er enda stofnað en kannski ekki. Ég var svona frumkvöðlun að því að hefja þennan hóp. En ég var rosalega opin með mitt krabbamein strax. Af hverju varstu það? Ætli að hafa ekki verið bara sársaukinn og hræðslan. Að geta tjáð sig þetta í staði fyrir að loka sig inni og þá náttúrulega bara verður sársökinn ennþá meiri. Þarf ekki svolítið kjark í það? Maður þarf alveg að upphefja sjálfa sig og svona alveg tala inn í sér fyrst, sko. Og svona nánast að velja hlutina, hvað maður segir. Hvernig var þér tekið í Krabbameinsfélaginu hérna á Akureyri? Mjög vel. Það er náttúrulega allir velkomnir. Bara öllum er tekið mjög vel sem að koma ángað. Og ég sá það bara strax hversu mikið ég átti þarna inni. Af því ég var náttúrulega svo rosalega opin fyrir þessu sjálf
og var ekkert smeyk við að tjá mig mitt krabbamein. Hvers virði er þetta að tala við aðra sem hafa upplifað svona eitthvað svipað? Það er að tala við aðra svona sem hafa greinst með krabbamein. Þeir þekkja sársaukann, þeir þekkja tilfinninguna og já, við erum eiginlega bara með sömu tilfinningu alveg sama hvers konar krabbamein þú ert með. Finnst mér allavega, þú veist. Stundum líður mér eins og ég sé bara heilbrigður sjúklingur með marga aðra, sko. Þannig að þetta er svolítið svona bara að þekkja tilfinningun og sársaukann og allt þetta sem að fylgir þessu. Þið eru að tala sama tungumál í raun og veru. Mér finnst ég vera mikið kraft meiri í þessu dag og get höndla hlutina betur heldur en ég gerði þá. Ég er töluvert sterkari bæði andlega og líkamlegra eftir þetta allt saman, sko. Hvað hefurðu gert til þess að styrkja þig líkamlega? Ég fékk mér yndislegan einkaþjálfara. Á þeim tíma sem ég leitaði til hennar, þá því miður þá var pabbi hennar að greinast líka með krabbamein. Þannig að ég sá tækifæri þarna að hafa sko stuðningin líka, að hún svona vissi í hvað ég væri að gangi í gegnum og væri ekki svona alltaf að gera öfgakenndar svona tilraunir í öllu. Hún svona gat alveg haft stuðningin og skilningin líka. Þannig að ég er búin að vera rosalega mikið í ræktinni allan tíman og það var eiginlega bara, vil ég segja að það hafi bjargað minni geðheilsu nánast í gegnum þetta. Sigga segir klárt mál að hún hafi þroskast mikið á stuttum tíma en það á líka við aðra í kringum hana. Já. Hvernig helst? Just do it. Það er bara, þú veist, ef þið er dettur ykkur hug, gera það þá bara. Þú veist, lífið eins og hún segir sjálf, lífið er bara núna, þú átt bara eitt líf. Og það vakti þig? Það vakti mig aðeins, já. Þín framtíð í þínum huga, hvernig lítur hún út? Mín framtíð er það að ég læta þetta ekki stoppa mig yfir því að gera það sem ég vil. Í framtíðinni þá sé ég mig allavega að ég ætla að fara að læra einkaþjálfarann og ég ætla að læra markþjálfarann og stuðningsfulltrúa til þess að geta verið til staðar fyrir fólk í þessum aðstæðum.